Nú ætlum við að skoða nokkur dæmi úr æfingu 4.4a úr bókinni Stærðfræði 2.2.5. Fyrir hvaða gildi á C hefur jafnan x í öðru plus C oft og 0 enga rauntölulausn. Við þurfum að skoða í raunjöfnuna. Við sjáum að við erum með x í öðru, það er alveg sama hvaða tölu við setjum í annað veldi. Við fáum alltaf plústölu, við setjum plústölu í annað veldi, kemur stærri plústala. Ef við setjum við mínustölu þá fáum við samt plústölu. Þannig að það kemur alltaf plústala út úr þessu. Við ætlum að fá 0 út úr þessu, þannig að plús sinnum mínustala gefur okkur 0. Þannig að leið og C-ið er plústala, þá kemur engin lausn út úr þessu því þá fáum við aldrei 0. Þannig að C-ið þarf að vera stærra en 0, sem þýðir að það þarf að vera plústala. Samskonar dæminum að við erum með aðeins lengri jöfnu. Fyrir hvaða gildi á C hefur jafnan x í öðru plus 2x plus C jafnt og 0 enga rauntölulausn. Nú getum við ekki, af því að nú erum við með 2 veldi, nú getum við ekki leyst þetta á alveg jafn einfaldan hátt. Heldur notum við jöfnuna fyrir annarstegs margliður plus mínus b í öðru mínus 4ac deilt með 2 svara. En við höfum í raun bara áhuga á rótinni. Því að við erum að leita því þegar við fáum enga rauntölulausn, þá þurfum við að fá í raun mínustölu undir rótinni því það er ekki hægt að taka mínustölu, rót af mínustölu. Þannig leið og við fáum mínustölu undir rótinni, þá er ekki lausn. Og við setjum tölunar inn, a er jafnt og 1, b er jafnt og 2 og svo erum við með c. Þannig ég set inn rótin af 2 í öðru mínus 4 sinnum 1 sinnum c. Rótin af 4 mínus 4c og þá sjáum við að leið og ég set inn 1 þá fæ ég 0, en ef ég fæ 2, sem sagt c er 2, þá sé ég að 4 mínus 2 sinnum, það er mínustala, að þá fæ ég mínustölu út úr þessu og það gengur ekki upp. Þannig leið og c-ið er stærri en 1, þá fæ ég mínustölu undir og þá gengur þetta ekki upp og ég hef ekki rauntölulausn. Aftur, nú viljum við finna 2 rauntölulausnir á þessu hérna. Það gerum við með svipuðum hætti. A er hérna jafnt og 1, B er jafnt og 4 og svo erum við með C. Og við viljum fá út einhverja tölu. Við setjum þetta inn undir rótamerkið aftur. 4 í öðru mínus 4 sinnum 1 sinnum C. Rótin af, og ég er aftur að nota sömu jöfnu áðan, 16 mínus 4 C. Núna þarf ég að sjá, af því að ég vil fá í raun tölu út úr þessu. Nú er ég ekki að leita því að fá mínustölu. Nú vil ég passa að það komi ekki mínustala. Því leið og ég fæ 2, ég fæ 2 lausnir. Ef ég fæ tölu út úr þessu, því munið þetta var plus mínus þetta hérna, þá get ég sagt nota plusin annars vegar og mínusin hins vegar og fæ þannig 2 lausnir. Þannig að nú vil ég fá plustölu út úr þessu. Og þá þarf leið og c-ið verður stærri en 4, þá verður þessi hérna tala stærri en þessu og þá kemur mínustala. Þannig að hérna þarf c-ið að vera minna en 4. Því annars kemur mínus undir. Ég vil fá lausn núna, en ekki enga lausn eins og áðan. Nú vil ég finna eina lausn. Þá gerum við þannig að við setjum þetta aftur inn hérna. A er jafnt og 2, B og C er jafnt og 8. Nú vil ég fá út eitthvað skemmtilegt. Við skulum setja þetta inn. B í öðru mínus 4 sinnum 2 sinnum 8. Rótin af b í öðru mínus 64.
Eina leiðin til þess að fá eina lausn er að fá 0 út úr rótinni. Því leið og ég fæ tölu út úr rótinni, þá kemur plús og mínus, þá fæ ég 2 lausnir. Ef ég fæ mínustölu þá fæ ég enga lausn. Ein lausn er 0 af því að plús eða mínus 0 breytir engu. Og ef að b í öðru mínus 64 á að vera 0, þá er b í öðru jafnt og 64. B er þá jafnt og plús mínus rótin af 64. B er jafnt og plús mínus 8. Þannig eru 2 lausnir, því að það er alveg sama hvort ég set mínus 8 þannig eða plús 8. Plús 8 í öðru veldi og mínus 8 í öðru veldi er 64. 64 mínus 64 gefur mér 0 sem gefur mér eina lausn.